liður 4 á dagskrá göngubrú yfir Glerá og óskum breyting á deiliskipulagi Glerár til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 10. apríl 2024. Tillaga breytingu á deiliskipulagi fyrir Glerá var auglýst frá 14. febrúar til og með 28. mars 2024. 2 athugasemdir bárist á auglýsingatímanum ásamt umsögnum frá Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands, Norðurorku og Vegagerðinni. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt. Skipulagsfulltrúa falið að útfæra drög að svörum. Og svona sem örstutt efnisleg skýring þá gengur þessi breyting aðalega út á að færa fyrirhugaða göngubrú það bil 50 metra til austurs, meðal annars til að rýma fyrir strætisvagna stoppistöð og til að aðkoman verði þá beint á móts við fyrirhugaða gönguþverun á Borgarbraut við Glerártorg. Það endar eilítið óheppilegt í kynningargögnum með tillögunni að þar sýnd núverandi tenging, eða sem sagt tenging í núverandi skipulagi, en það ætlunin að breyta þeirri tengingu einnig. Þannig að þetta standist allt saman á við norður inngang Glerártorgs. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokamáli sínu orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta skemmtilegt mál, eiga við þessa göngubrú. Hún hefur verið gagnrýnd meðal annars fyrir það að vera fullnærri aðalbrúnni en látum það vera. Við getum svo sem fært hana fram og tilbaka, en mér finnast rökin fyrir því að setja hana niður þar sem við ætlum að hafa hana, vera góð. Að hún kemur þarna þar sem strætó ætlar að eiga heima í framtíðinni, sem gerist væntanlega á næsta ári. Það að segja, verður þá aðalheimili strætó fyrir vestan, þar sem brúin kemur yfir. Í öðru lagi þá, sem ég náttúrulega svo sem áttaði mikið á fyrir, var útskýrt fyrir mér að þetta staðsetning brúarinnar fellur að heildarstíga kerfi bæjarins. Þannig að þarna kemur stígur að og stígur frá og brúin hún ekki bara fyrir þá sem þurfa að flýta sér með einum öðrum hætti yfir, hjólandi eða gangandi, heldur þarna eigum við að geta komið og láta okkur dreyma á brúnni. Það hefur einmitt verið gagnrýnt að þarna skuli vera bæði fyrir hjólríðandi og gangandi, sem svo sem allt að gera, en það sem ég vildi vekja athygli á hér eins og gagnrýni sem kemur þarna fram og sem mér finnst mjög gild, að við hjólríðandi viljum hafa vegi sem allra beinasta, sem ekki alltaf mjög hentugt. Við þurfum að huga að því í náinni framtíð að þessi rafvæðing ýmiss konar farartækja, að hún afskaplega varasöm hvað það varðar að menn koma fullfljótt að gatnamótum, fullfljótt að götum fara fullfljótt yfir. Þannig að gagnrýnin svo að það skuli ekki vera bein leið að brúnni, í staðinn fyrir setjum við þarna niður beygju, og beygjuna þarna vil ég verja vegna þess að hún hægir á þeim sem koma í hjólríðandi eða á hopphjólum, rafvæddir á allt og miklum hraða. Ég hef nefnilega lent í því á seinasta sumri, og nú líður að því næsta, þótt að við sjáum það ekki beint til loftinu, að snjórinn hverfur og þá byrjar þetta hoppæði aftur þar sem einstaklingar ungir koma full hratt að gatnamótum eða götum og láta sér vaða yfir, og það henti mig þrívegis í fyrra sumar að ef ég væri ekki svona mikill maur á bílum, að þá hefði ég væntanlega keyrt þar á 3 ungmenni sem komu beina leið og beint yfir. Þess vegna ég reyna að vekja athygli á því að beygjan að brúnni, hún mæt til þess að draga úr þessum hraða rafvæddra
og við ættum að huga því víðar að reyna að draga ögn úr hraða þeirra. Rafvædra, þeir eru ekki bara okkur gangandi hættulegir, heldur einnig sjálfum sér. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, við sem sitjum inn í skipulagsráði erum búin að taka þetta mál nokkru sinnum fyrir og ég hef ákveðið bara að treysta þeim hönnuðum sem koma að þessu fyrir staðsetningu á göngubrúnni, en það er bara annað sem ég langar að vekja athygli á og það er hversu mikið við ætlum að hafa umleikis á þessum stutta vegspotta. Við vitum ekkert hvenær hringtorg kemur á gatnamótin, Borgarbraut, Hörgábraut og þetta er svona fjölförnustu gatnamót Akureyrar og á þannig stuttum kafla ætlum við að koma fyrir göngubrú, göngustíg yfir og skiptustu strætó. Ég bara sé ekki þetta kraðak fyrir mér eins og aðstæður er í dag og hefur rauninni aldrei skilið þessa staðsetningu og skiptustu strætó á þessum stað. Ef að hringtorgi verður ekki komið þá get ég ekki séð að bílar geti athafnað sig vel til að hleypa gangandi þarna yfir eða það bara fyrir strætó að athafna sig á þessari skiptustöð. Þannig að mér finnst þetta ofsalega furðulegt mál en ég ætla ekki að setja mig upp á móti færslu á göngubrautinni enda tengist hún ekki strætónum nema kannski óbeint. Jú, mér finnst við að færa göngubrúna en skiptustu strætó finnst mér mjög einkennileg þarna. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Þessu fleiri hafa ekki hvað því hljóðstíði sem að geta samþykkt framlega breytingu á deiliskipuli og svörin, gefum ekki. Það er öll.